Jæja, þá erum við búin að fá hérna heppnu hérna upp á svið til okkar. Hér eru 4 sem hafa fengið Niederegger konfekt frá þýsk-íslenska og Bioterm snyrtivöru frá Rolf Johansen. Takk okkur kærlega fyrir þáttökuna. En þessi stúlka hérna við hliðina á mér, hún mun halda áfram eða hennar miði heldur áfram í minnsta bílahappdrætti í heimi. Það verður dregið bíl ársins í Evrópu 1988 sem við sáum í auglýsingunni hérna áðan. Glæsilegu bíl, Peugeot 405 frá Jöfri HF. En þú fær hérna konfektkassa til þess að þú fái nú eitthvað. Hvað heitir þú? Sigríður Eygló. Ert þú hjúkrunarkona? Verkakona. Á sjúkrastöðinni Vogi. Já, þú ert hérna með starfsfólkinu frá Vogi, já. Og hvernig líkar þér að vinna þar? Mjög vel. Það er nefnilega það, þakka þig kærlega fyrir. Ég afhendi þér þetta skjal hérna og ég sé þig þá aftur. En næstu gestir okkar koma alla leið frá Bretlandi. Það er söngkópurinn Miraz. Hann var stofnaður 1987 og gaf þá út sína fyrstu hljómplötu. Og 4 mánuðum seinna þá var þessi plata komin í topp 10 á Bretlandi og satt þar sem fastast í 6 vikur. Nú og þau hafa gefið út 2 aðrar plötur og sem hafa einnig farið inn á topp 10 víða heim. Í söngkópnum eru 2 bræður, þeir heita Carlos og Nicolas, en söngkonan, hún heitir Kikki Billy. Gjörðu þið svo vel.
Þetta var söngflokkurinn Miraz og þetta var kærlega fyrir, gerum gott fram. Takk fyrir. Það er alveg svo mikið nákvæmni núna þegar í þeirri skýrslugjörð. Ég fór upp á Slysavarstofum daginn og þá sagði konan hvar ertu fæddur? Á Sauðárkróki, segi ég. Hvernig gekk fæðingin? Svo var það ungi maðurinn. Nei, það var gamall maður, fyrirgefið því. Það var gamall maður sem fór til læknis og sagði við að ég þarf smá vandamál. Ég er alltaf að elta kvenfólk, en ég man ekki hvers vegna. En ég held við eigum að fá einn örlítinn stofugang í viðbót. Læknalið Hótel Íslands. Sömuleiðis. Segðu mér Saxi, af hverju er þessi maður svona blár í framan? Hann hefur alla tíð verið svona. Nú? Hann er frægur fyrir þetta, veist ekki hver þetta er? Hver er þetta? Stjáni blái. Á ég að sprauta honum? Já, sprautað einu umferð í viðbót, þetta dugar. Hæ, Já, sömuleiðis. segðu mér, Dr. Saxi, af hverju er þessi kona allt í einu komin 4 brjóst hérna? Já, nei, sko þetta er nefnilega, skal ég segja, sjúklingurinn sem gekk til hans Arnar Björnssonar einu sinni í viku í allan vetur. Hvernig andskotan kemur það brjóstum við? Nú, hún var í andlitslyftingu hjá honum. Og hvað? Sko þessi 2 neðri, þetta er ekki brjóst. Hver djöfull er þetta þá? Þetta eru hnén á henni. Á ég að sprauta henni? Nei, veistu, ég held að vera betur að setja hnélífar á neðri brjóstin. Hæ, litli! Sömuleiðis, takk. Hæ, litli! Sömuleiðis. Segðu mér, Dr. Saxi, af hverju brosir þessi maður alltaf eins og asni? Nú, þetta er asni. Þetta er hróðalegt að sjá nefið á þessum manni. Já, það er það. Þetta er tryllilegasta kartöflunef sem ég séð á ævinni. Já, þetta finnst okkur líka, enda bíðum við spenntir í minnideild eftir að þeirra spýra. Hvaðan er hann þessi maður? Hann er úr Þykkvabænum. Af hverju þessi fílamanninn? Nei, þetta er ekki fílamaðurinn. Ég var ekki að spyrja því. Ég var að spyrja af hverju þessi fílamanninu. Já, þú meinar það, já, þetta er spýralyktin. Þetta er einhver mesta vínlykt sem ég hef fundið á ævinni. Já, það er alveg rétt. Ég held ég hef ekki fundið svona mikla vínlykt þegar mamma hristi mig góða nótt í gamla daga. Á ég að sprauta honum? Þegið þú! Hæ, litli! Takk fyrir. Takk fyrir. Þetta var þríeykið úr heilsubælinu í Gervahverfi. Og svo var það læknirinn sem sagði við konuna: maðurinn þarf að hafa það afskaplega rólegt og vera í næði og hann þarf að sofa vel og láta sér líða vel. Hér eru 30 svefntöflur. Gunnar, ég að gefa honum töflurnar? Hann á ekki að fá þær. Þú átt að taka þær inn. En bjóðum velkomna Helgu Möller sem ætlar að syngja með hljómsveit Gunnars Þórðarsonar og Ásgeir Steingrímsson leikur á flygilhornið. Ég fór víst rangt með nafnið að sáðan. Lagið heitir Regn óréttlætisins. Helga Möller, gjörðu svo vel. Húðum þínu rennur allan
skilur tilganginn með regni frá her, betra sólskinið. Rifflum gefur af dauð og kvöl, ranglátur heimur sér það, vitum við þó vel, að bætt ekkert böl með bardögum frið, hvað finnst þér það, betra sólskinið. Helga Möller, takk fyrir. Nú allt breytingum undirorpið og svo einnig menntun hjúkrunarfræðinga og starfsbúninga. Við erum hérna með sýnishorn af þeim frá árinu 1926. Það að segja búningunum. Þetta var fyrsti og eini einkennisbúningur félags íslenskra hjúkrunarkvenna og notaður af bæjarhjúkrunarkonum. Hann hefur nú sjálfsagt vakið ótta og virðingu annarra verkfæranda á þeim tíma. Búningnum fylgdi blár kjóll, en við ýmis störf var notaður hlífðarsloppur sem sýndur hér. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone. Þetta skemmtilegu búningur, hnepptur að aftan. En næst sjáum við fyrsta einkennisbúning hjúkrunarkvenna á Landspítalanum. Þetta efnismikill búningur sem alveg gat leynt innihaldinu. Og hann var borinn með stolti og honum fylgdi stífur flippi. Öllu fleygið fram og hér áður fyrr voru engir einnota hlutir sem hægt var að kasta og fleygja. Sprautur, nálar og þvagleggir voru soðnir og notaðir endalaust og nálarnar settar á brýnið þegar þær gengu ekki lengur inn. Nú, eftir stríðið kemur hinn litlausi hvíti sloppur. Á þeim tíma var ekki hægt að hrópa húrra fyrir laununum frekar en nú. 120 krónur á mánuði og nælonsokkar kostuðu það sama á svörtum. En blóðbankinn var þá ekki tekið til starfa og drífði það tekjurnar hjá mörgum að selja úr sér blóðið og fengust 150 krónum fyrir. Sennilega verði í tísku að vera föl og interessant. Nobody there, fathers to dance for when he plays with the bass and guitar.
Nú svo kom vestanblærinn og brátt fór að sjást í lærin. Nælon, sloppar og kappar nettir, nú urðu sumir mettir. Vart gat þá orðið verra, virðing tók að þverra. Léttur og frjáls svipur á þessum búningi. En 1959 gerist það að 2 karlmenn útskrifast sem hjúkrunarfræðingar. Þeir fengu ekki að nota kappa. 1965 var samið starfsbúning sem stofnanir skyldi látið té og vaskekta skyldi vera. Nú næst sjáum við búning sem allir viðstaddir þekkja og hefur lengi staðist allar breytingar. Þessi búningur hefur staðist allar breytingar á námsefni nema hvað snertir höfuðfríði. Fyrst fylgdi honum blæja en hún var lögð niður og blóðrásinn jókst. Tekið var upp kappi sem sýndur hér en hann var lagður af þegar bóklega námið jókst að mun. Því nú það höfuðfríðin sem fyrir innan sem gildir. Og þetta neminn. Nú svo riðu rauðu sokkur í garð og kasta skyldi fyrir róða öllum kvenlegum klæðnaði, köppum og kjólum og í buxurnar. Það var óskadraumurinn að íklæðast buxum. Og munurinn á læknum og hjúkrunarfræðingum minnkaði stöðu. En nú þegar búið að hanna framtíðarbúninginn og árið 2025 lítur hann svona út. Stundum þarf að nota sérstaka varnarbúninga og sennilega að í framtíðinni þurfum við að grípa til geislavarnarbúninga eins og þessi við sjáum hér. En hugmyndin, hún frá Kanada. Og nú skulum við fá allar stúlkurnar á svið og gefa þeim gott klapp. Þetta var stórkostlega menningarsögulega skemmtilegt. Mér nú sagt að það sé til dæmis ákaflega mikill rígur á milli lyflækna og skurðlækna. Og einn lyflækni lét hafa það eftir sér daginn að það mætti alveg eins kenna skurðlækninga bara upp í iðnskóla. En það var ungur læknir í litlu þorpi úti á landi og hann dreif sig út á fyrsta dansleikinn og dansaði strax við sætustu stelpuna í þorpinu. Og þegar hann var búinn að dansa við stúlkuna, 1 eða 2 dansa, þá sagði hann við hana: þegar þú brosir svona framan í mig, þá veit ég við þeim eftir að kynnast fljótlega betur. Og stúlkan segir: mér þykir þú nú vera frakkur. Nei, nei, ég nýi tannlæknirinn.
En bjóðum greifana velkomna frá Húsavík. Þetta er víst vinsælasta unglingahljómsveitin á Íslandi í dag. Og það er stórskemmtilega lag þeirra Hraðlestin. Kvöldsaga segja þeir, kvöldsaga. Gjörðu svo vel, við gefum gott klapp, verið velkomnir strákar, beint frá Húsavík. Settist upp í stýri og setti í gang. Kveikt á græjum og bótt ég saman. Ég ætla niður í bæ og vera snöggur að slappa á bensín og væla á stað. Þegar ég kom niður á Laugaveg sá ég þessa bíu, hún var rosaleg. Ég skrúa niður gluggann og bauð henni þar. Hún horfði á mig svo ég væri snar. Heyrðu vinur minn, ég held ég verð að stoppa það. Þetta gengur aldrei upp hjá þér. Þetta er ekki órein stúlka eins og Rauðhetta. Ekki út í skója þína fer. Ég fer ekki upp í bílinn með þeim Mercedes-Benz. Á þessari beyglu áttu engan séns. Farðu frá, ég er að flýta mér.
Krossavík, takk kærlega fyrir skemmtunina. Og svo var það læknastúdentinn sem hélt traustu taki hendina ungu stúlkunni og sagði við hana: Þú ert með nokkuð öruggan og taktfastan púls, 72 slög, þetta mjög gott hjá þér. Þá sagði unga stúlkan: Fyrirgefðu læknir, þú heldur úrið mitt. En það var læknastúdent sem var að rogast með fullan viskikassa fyrir utan Gamlagarð í fyrravetur í svellinu og hann dettur í myrkrinu, þreifar fyrir sér, finnur eitthvað blautt, stingur hendun upp í sig og segir: Guði sé lof, þetta blóð. En nú fer að líða að lokum þessa þáttar hjá okkur, það ekki Bjarni minn? Jú, alveg rétt. Og við þökkum okkur kærlega fyrir í kvöld. Þetta hefur verið mjög skemmtilegt. Já, sögðu við, hvað? Segðu mér, Dr. Saxi, þvagpröfan úr honum Bjarni komin úr rannsókn? Já, hún var rétt að koma, ég nú með hana hérna. Og hver úrskurðurinn? Já, hann bara svolítið furðuleg. Nú? Þú ert með svona heiftarlega júgubólgu. Júgurbólgu? Hæ? Nei, það getur eiginlega ekki verið. Ertu ekki til að renna þessu einu sinni í gegn í viðbót? Á ég að skreita honum? Blessið þegiðu maður. Þá höfum við það. Takk fyrir. Þetta á gott á því. Það á gott á mig, já. Sprautu bara. Ef við skulum ljúka þessu kvöld, ég treysti því að læknar dansi nú við hjúkrunarkonur og hjúkrunarkonur við læknana. En hvað með sjúkraliðana þá? Eða sjúkraliðana. Því að þegar þessu lýkur, við ætlum að fá hann Hauk Heiðar upp með flygilinn og hann ætlar að leika fyrir okkur suður-ameríska tónlist og þá treysti ég því að þið takið þátt í dansinum. En næsti þáttur, hann verður hér á Hótel Íslandi og með ökumönnum. Þar verður væntanlega mikið líf og fjör. Fólk úr heilbrigðisstéttum, takk okkur kærlega fyrir kominu í kvöld, takk fyrir skemmtuna og lifið heil, góða nótt. Gjörðu svo vel að dansa, ykkar er gólfið.